Sestu hjá mér Sigurður Gísli Pálmason, athafnamaður og umhverfisverndarsinni. Velkominn. Sigurður, þú hélst þessa stóru ráðstefnu sem var núna á föstudaginn verndarsvæði og þróun byggðar og mikið af fyrirlesurum stórmál og reynslu útlendinga af alls kyns þjóðgörðum og verndarsvæðum. Mig langar að byrja að spyrja, af hverju fannst þið þörf að halda svona ráðstefnu? Er þetta mál sem þér finnst svona vanrækt? Já, mér finnst að við höfum verið svolítið aftarlega á merinni og þar með tali ég sjálfur í þessum efnum. Það hefur dálítið verið tilfinning mín að það sé bara einn gír á þegar kemur að því að tala verndarsvæði eða þjóðgarða. Það það sem eina sem við þekkjum UNESCO World Heritage. Það er Þingvellir og Vatnajökuls sem núna í umsóknarferli. Þarna það dálítið tilfinning manna að það með ekkert gera þarna inni nema anda. En reyndin svo að þetta til flóran mjög fjölbreytileg og í raun og veru fyrir okkur að mörgu leyti ekki síður áhugaverð að samtvinna verndarsvæði og byggðaþróun, atvinnuþróun og það ekki nokkuð vafa því í mínum huga að það mikil tækifæri. Ég held að þetta sé, og tala það náttúrulega bara út frá sjálfur mér, ég held að sé rétt hjá þér að við upplifum verndarsvæði og þjóðgarða svolítið bara á einn hátt. Að þetta sé svona svæði sem er skilgreint og svo þarf að fara óbúslega varlega á þessu svæði. Útskýrðu aðeins fyrir mér hvað annað í boði? Hvernig geturðu samtvinnað byggð og þjóðgarð? Það einhvern veginn svona hljómar undarlega. Já, það má segja að þetta byggist yfirleitt alltaf á svona samkomulagi þar sem að fólki sem er fyrir á staðnum, það kemur sér saman það hvað það sem gefur svæðinu gildi, hvað það sem það vill halda í, hvað eru við sammála að gera og svona forsendurnar koma þaðan og upp úr því sprettur síðan eitthvað sem allir geta tekið þátt í. Það verður svona sáttmáli það og þetta allir jöfn ekkert mjög flókið. Maður sér, það gegnumgangandi í mörgum þessum svæðum sem nálægt okkur eins og í Noregi, Vegaaugen, sem 1200 manna samfélag sem hefur verið mikilli vörn að fækka fólki sem mjög áþekkt bara mörgum stöðum hér við Ísland, strandlengjuna og það sem að þau hafa æðarvarp og þau hafa gert það einhvern veginn að bara þau hafa samanast að vernda það og upphefja það og gera það einhverju sem bara allt í einu orðið ekki bara atvinnugrein, heldur eftirsóknarvert til þess að koma og skoða þetta samlíf. En grundvallaratriði í þessu í jafnvægi milli náttúrunnar og fólksins og þetta sé sjálfbært. Það svona aðalatriðið. Og ég sjálfur trúi því og að upplifa það að það að verða mikil breyting á viðhorfi fólks í þessum efnum. Það að renna upp nýr dagur. Og það sem var rétt fyrir 20 árum, það rangt í dag. Við vitum núna að formúlan sem gilti fyrir síðustu 100 ára eða svo, þar sem stórfelld inngrip í náttúruna, sköpuðu störf og tekið fyrir samfélag. Núna vitum við að ósnert náttúra miklu verðmætari heldur röskun náttúra. Og þetta að renna upp fyrir okkur og þarna alveg gríðarlegt tækifæri. Þetta breytingarnar svo örar, við sjáum það bara á MeToo eða hingað ekki lengra byltingunni, það var svona kultúrbreyting bara yfir nótt, alveg stórkostlegt. Ég held að það sé sama að gera í þessu, þetta bara staðreynd, þessi verður ekki á móti mælt. Ósnert náttúra meira virði heldur röskun náttúra og út frá þessu eigum við að vinna. Þú talar að vísa til Noregs, talar ferðamennina og ég hef heyrt þig segja að þetta sé svona óvæntur kannski samherji í þessari baráttu. Ég held að mjög margir kannski upplifa einmitt öfugt að ferðamaður sé svo mikið að ganga á náttúruna hjá okkur. Akkur talar ferðamannin sem svona kannski samherja? Ferðamannur, hann hinn svona óvænti bandamaður í þeim skilningi að hann svona lauk upp augum okkar fyrir því að hvílík verðmæti liggja í náttúrunni. Nú liggur það bara fyrir, það verið rannsakað að 80% þeirra sem koma til Íslands að þeir koma hingað vegna náttúrunnar með einum eða öðrum hætti. Og þetta einhvern veginn bara var okkur ekki ljóst. Við lögðum ekki svona mikið upp úr þessu. Þetta var bara okkar daglega brauð og okkur fannst þetta ekkert merkilegt. Og það margt gott komið með túristunum. En það eins og annað að menn þurfa að kunna sér hóf og það skorti stefnu. Það
þetta ferðamennirnir flæða bókstaflega yfir landið, sko, þetta hömlulaust og það væri afar æskilegt og ég held bara gott fyrir alla sem að sko hafa þessu tekjur og fyrir þjóðina að gæta að sér og byrja að búa til, það væri dásamlegt að setjast niður og búa til plan, hvernig viljum við hafa þetta í 20 ár, hvernig viljum við þetta líti út, að eiga eins og Menorca í Miðjarðarhafinu, þar sem að búa 260.000 manns cirka bát, fáum 2 milljónir túrista á ári, þau gengu í UNESCO Marine Biosphere eða maður og lífheimur, fengu þannig vottun, þar sem að hún gengur út á það að það sé atvinnustarfsemi, þú veist, og þetta haldi allt áfram, enginn gefur neitt eftir í sjálfum sér, en þau taka þá stefnu að búa til jafnvægi, verða sjálfbær og þetta hefur gengið bara alveg ljómandi vel. Þau hafa svona hægt aðeins á túrismannum, en eru bara að hafa meira útrónum og ólíkt til dæmis Mallorca, þar sem að það flæðir. Já, einmitt. Og þetta eitthvað sem að, sko, væri hægt að gera þetta við bara Íslandi eins og það leggur sig eða þarf að skipta sig upp eftir svæðum? Það væri sjálfur sér hægt en það er nú skynsamlegt að byrja kannski í skrefum og velja kannski einhver svæði. Það er mörg svæði til dæmis á Íslandi sem myndu sko smellpassa inn í þetta maður og lífheimur fyrirbæri. Ég nefni nú bara Handahófi, svæðið norðanverðan Breiðafjörð sem hefur nú verið mjög umdeilt, vegurinn í gegnum Teigsskóg, en þarna eru stórmerkileg landslagsheild sem að ég held að sé alveg gríðarleg verðmæti í að sem sagt hyggja að og vernda og það þarf ekkert að færa mikla fórnir til þess og ég held að þetta snúist það að fólkið á staðnum, það komið sér saman það, hvað eftirsóknarvert. Það eina sem við getum gengið að vísu að ferðamennirnir munu koma og þeir halda áfram að koma. Og við þurfum að vera í stellingum hvernig ætlum við að taka við þeim, hvernig upplifun ætlum við að bjóða þeim og þar fram eftir göttunum. Þú nefndir UNESCO og við erum í umsóknarferli með þessa þjóðgarða sem við eigum, en ættum við að vera að gera meira, sækjum einmitt svona vottanir á ýmsu, heldur það séu kannski jafnvel bara fáir sem eru meðvitaðir möguleikan í þessu og fáir sem eru að vinna í þessum málaflokki? Já, ég held að það sé óhætt að segja það verið að gera svo mikið bara allt í kringum okkur. Skotlandi, Englandi, Norðurlöndunum, þetta fer ekkert mjög hátt, en þetta afar gott starf sem verður að vinna og ástæðulaust að vera að reyna að finna upp hjólið, það lengur búið því í þessari deild líka og við getum auðveldlega tilengað okkur það sem og lært af því sem verður að gera annar staðar. Það þannig, það svona dálítið íslenskt að við erum með að hlusta á hvort annað, við lifum í þorpi og það svona svolítið svona tens stundum. En sko ef að menn bara setjast niður og bara hafa það svona sem upplegg að manneskja sem ég að fara að tala við, hún veit eitthvað sem ég veit ekki, þá strax bara breytist bara sko tíðnin í samtalinu. Einn af fyrirlesturunum hjá þér lærði umhverfis- og auðlindafræði á Íslandi og skrifaði ritgerð sko þjóðgarðinn við Snæfellsjökul og komst að þeirri niðurstöðu að sko þar væri rauninni bara gigantísk verðmæti og bara mikil efnahagsleg verðmæti hægt að fá fyrir það eitt að vernda svæðið og heldur að þetta sé sko svona efnahagslega sterkt frekar heldur en einmitt að vera fjárfest í röskun með kannski virkjunum eða vegaframkvæmdum eða hvað sem það kann að vera. Já, í mínum hefur enginn vafa á því og Jukka Stiltanen Finnen sem að skrifaði mastersritgerð við umhverfis- og auðlindafræðina í Háskóla Íslands sýnir fram á þetta með óyggjandi hætti að hagræn áhrif þjóðgarðsins á Snæfellsnesi það er bara sláandi. Ég bara trúði þessu alla þegar ég sá þetta fyrst. Það sem búin að reikna það út og að bein og óbein áhrif séu sko tæplega 4 milljarðar og af því verði fasta helmingi eftir á nesinu og hann rekur þetta bara í miklum smáatriðum hvernig hann kemst að þessari niðurstöðu og það var mikið ánægjum að umhverfisráðherrann okkar var að tilkynna að hann ráðuneytið hefði standa fyrir því að þetta yrði kannað frekar. Þannig að við getum áttað okkur á þessu og getum vegið og metið kosti, ekki bara vera með sko, einstefnuna, það sé bara eitthvað eitt sem kom til greina.
að það að geta borið sama kosti sé mjög mikils virði og þannig eru mikil tækifæri. Já. Þú talar þú sért að upplifa eitthvað svona viðhorfsbreytingu og fólk sé átta sig kannski á mitt efnahagslegu og verðalegu bara gæðanum sem felast í þessu en þú lítur að upplifa líka að séu samt eitthvað ógnir sem ennþá steðja að náttúrunni hérna og hvað svona helst sem að þú ert kvíðinn fyrir í þessu sambandi? Ég ekkert sérstaklega kvíðinn sko, ég bara frekar bjartsýnn sko af því að ég finna að þetta að gerast, ég bara mjög glaður bara yfir því. Þetta sko, það að náttúran sé meira virði, óröskuð, þetta bara henni nýji tími og það mun smitast út allt. Það vilja allir verið í vinningsliðinu og ég held að þetta mun bara færast bara yfir í þessa átt. En við þurfum náttúrulega að vinna í þessu og það þarf hugmyndafræði. Það hugmyndafræðin á endanum sem verður ofan á þeir sem hafa eitthvað orku og hafa hugmyndafræði, hafa eitthvað fram að færa. Svona þetta stórfellda náttúruinngrip sem við erum vön frá síðustu 100 ára eða svo. Það náttúrulega leifarnar af því eru ennþá í gangi. Og svo hugmyndafræði gagnaðist ágætlega. Það var til dæmis skynsamlegt að byggja Búrfell á Straumsvík á sínu tíma. Það skaut viðbótar stoð undir efnahagslífið. En svo rann á okkur eitthvað svona, ég vil ekki kalla æði, en vélinn bara fór í gang og hún hefur verið stjórnlaus, finnst mér. Og það þarf núna að fylla upp í þetta hugmyndafræðilega tóm sem ég vil menna sé fyrir hendi. Já. Með akkurat svona hlutum eins og þessi ráðstefna. Ég vona að hafi svona kveikt eða náða að sá einhverjum fræjum. Það hefur enginn eins mikla hagsmuni af þessum ferðaþjónustan. Og ég saknaði þess að það skildi gera fleiri frá ferðaþjónustunni þannig. Ég er ekkert að kvarta samt, það var húsfyllir. En hún á að láta sig þetta varða umfram aðra. Nýr formaður samtaka fyrirtæki ferðaþjónustu, ég las mitt viðtalið hana nýlega og það fyllti mig líka svona von og trú. Ég bara finn það er manneskja sem skilur þetta. Og ég held að ef við snúum saman bökum, þá höfum við möguleika á því að búa til hér bara alveg fyrirmyndar samstarf milli þeirra sem og þetta sé bara tækifæri til þess að nýta náttúruna. Og ég vil endurheimta orðið nýta og virkja. Ég vil ekki láta stóriðjuna eiga það Nei. Eitt bara rétt í lokin, af hverju, svona persónulegt aðeins, hvernig kemur þetta til, af hverju þetta eitthvað sem að þú hefur ákveðið að helga svona miklum tíma í að berjast fyrir? Hvaðan kemur þessi orka sem að þú virkjar í þessu mál? Ég get nú bara ekki alveg svara því til fulls en ég svona ólst upp í sveit og hef kannski fengið eitthvað þar svona með svona móðurmjólkinni eða svona þeim arfi en svo það bara eitthvað inn í manni bara sem maður finnur í hjartanu svona þú veist að náttúran hefur góð áhrif á mann og mér rennur til rifja að sjá þegar verður að gera eitthvað svona sem óafturkræft og við vitum það náttúran, það eina sem við vitum að við vitum ákaflega lítið og það áttur að koma svo mikið í ljós en mér rennur blóðið til skyldunar, mér finnst að það sé skylda okkar, við erum hér bara stund, við erum landverðir og við erum að skila landinu áfram í betra ástandi heldur en tókum við því og ég hef til þess aðstæður og það bara mikil forréttindi og mér finnst það bara mjög skemmtilegt. Sigurður Gísli, kærar þakkir fyrir komuna. Hún sest hjá mér Dóra Sif Tínes eftir örskamma stund og við ætlum að ræða EES-samninginn.